Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Já, komið þið sæl og blessuð. Það talað lýðræðis veislu nú í vikunni. Við veljum okkur forseta á laugardag og spennan mjög mikil. Enginn veit hver verður forseti. En það ekki veisla á eldhúsborðum margra heimila landsins og virðist gilda einu hver verður forseti. Staðan svo til dæmis hjá leigjendum að kannski má segja að hún hafi aldrei verið verri. Ungt fólk flytur úr landi vegna þess að það ekki þak yfir höfuðið. Menn hafa gumað sig að jöfnuði en margt bendir til þess að bilið milli fátækra og þeirra sem eiga ekki og þeirra sem skulda og svo aftur hinna sem eiga og skulda ekki sé að breikka. Og í þinginu í dag ætlum við í rauninni bara að vera með eitt mál til umræðu og einn viðmælanda. Við ætlum að ræða fátækt og vanda heimilana í því vaxta fári og öðru slíku sem skekur fjárhag þeirra sem ekki eiga. Ásta Lóa Þórsdóttir, þingmaður Flokks fólksins, vertu velkomin. Takk fyrir. Hefur ástandið sjaldan svona í seinni tíð verið alvarlegra hvað varðar þann hluta þjóðarinnar sem á ekki og skuldar? Ég held að ástandi hjá þeim hluta þjóðarinnar sé skelfilegt eins og staðan Það náttúrulega gefur auga leið að þegar að við náttúrulega vitum það að við erum með fólk sem að býr undir fátækramörkum, við erum með fólk sem hefur vartin í svo skeiðar, við erum með öryrkja, við erum með eldra fólk, hluta eldra fólk sem að bara nær ekki endum saman og jafnvel lifir bara við, bara verulega undir fátækramörkum og svo húsnæðiskostnaður. Bara við þurfum öll þak yfir höfuðið, við þurfum öll einhvers staðar að vera og það okkar bara eitt af grundvallar mannréttindum okkar að eiga heimili, að hafa einhvers staðar höfð okkar að halla. Og þarna erum við með, sem sagt, nú erum við með húsnæðiskostnað sem að eykst og eykst, hefur bara vaxið alveg gríðarlega og þetta stærsti póstur heimilana. Þetta stærsti útgjaldapóstur heimilana og nákvæmlega sá sem þau geta ekkert gert í. Það ekkert að hagræða í húsnæðiskostnaði, nema með því að fara í mjög drastískar aðgerðir, sem þá að flytja og selja og hvert allar þó svo sem og hvað tekur við betra og annað þess þar. Þannig að ég ætla ekki einu svona að ræða það. Vegna þetta bara stærsti útgjaldaða liður heimilana og ég búin að gagnrýna það náttúrulega gríðarlega harðlega að það sé verið að berjast gegn verðbólgu með því að hækka vexti. Vegna þess að og sagt að það sé verið að gera þetta fyrir okkur. Þetta svona næstu, ég að refsa þér með þessu fyrir, ég veit ekki hvað málflutningur þetta þetta svona eins og bara, ég veit ekki, einhver satis sem stendur yfir einhverjum og segir þetta allt fyrir þig gert leið og flengir, En má ég þá aðeins skjóta inn í að það vekur athygli okkar fjölmiðlafólks að þingmenn hafa í rauninni liggur við að ég geti sagt hvort sem eru í ríkisstjórninni eða minnihlutunum, kannski fyrir utan einhver í Flokki fólksins, en þingmenn hafa í rauninni bakkað upp þessar ákvarðanir Seðlabankans að lækka ekki vexti. Já, Seðlabankinn orðin eins og einhver heilu kú í þessu samfélagi. Það allt gert til þess að, hann á að vera sjálfstæður og ég ætla ekki að gagnrýna það per se, ég held að sjálfstæði Seðlabanka sé mikilvægt, en ég held líka að það þurfa að vera einhverjir varnaglar þar á. Ég get bara ekki sætt mig við að nokkrir aðilar, einn seðlabankastjóri og svo einhver peningastefnunefnd sem eru í 3 eða 4 aðrir geti tekið ákvarðanir. Það verður enginn kjörið þetta fólk og það geti tekið ákvarðanir sem bara hreinlega rústa efnahag heimila landsins. En þá gjá á milli almennings og þeirra sem sitja á Alþingi? Klárlega, það gjá á milli almennings og þeirra sem sitja á Alþingi og hefur náttúrulega bara verið í langan tíma. Það held ég ekkert nýtt. Og náttúrulega Alþingi virkar oft mjög svona út úr touchi við það sem að gerast vegna þess að það bara setur upp sína dagskrá og hún heldur bara áfram hvað sem tautar raular og alveg saman hvað að gerast í þjóðfélaginu. Frægasta dæmi það kannski þegar að
í miðju hrunmálunum þá kom allt í einu á dagskrá áfengiskaupin enn og aftur hjá sjálfstæðismönnum að það ætti að vera áfengi í verslunum og ég man eftir því að fólk var alveg hefur Alþingi ekkert betra að gera en það þetta þeirra innlegg og bara svo ég bara segi það þetta var greinilega bara nú þekki ég störf Alþingis þetta var bara á dagskrá þarna ekki það að þeir var að biðja það en þannig að Alþingi bara einhvern veginn heldur áfram og mallar á sínum hraða þingmenn, það oft sagt mig það að vekja máls á þessu Alþingi basically hafa þingmenn eða skiptist á milli þingmanni sem að segja 10 mínútur á viku til að koma sínum hugðarefnum að og það sem sagt í þá það 2 í viku það sem að einn þingmaður úr kannski hverjum flokki getur og það þarf náttúrulega þarf að skipta því á milli þingmannaflokka og eftir því hvaða ráðherra á staðinu þá getur einn þingmaður spurt ráðherra fær 2 mínútur til þess ráðherra 2 mínútur til að svara eða svara ekki svara ekki, yfirleitt koma í rauninni engin svör og sérstaklega var fyrirvarandi forsætisráðherra mjög góður í því að koma ekki með nein svör og svo 1 mínúta og 1 mínúta hennar verður svolítið minnst fyrir það að vera mjög flinki að svara engu það er alveg svolítið arfleið hennar, ef svo má segja. Og síðan hafa þeir, þarna það 2 í viku sem það sem kallaði störf þingsins, það sem þingmenn geta komið, 15 þingmenn, held ég hvort skipti sem að geta komið og sagt eitthvað, talað hvað sem í 2 mínútur, þannig að nokkuð svar eða neitt. Þetta nú allt sem þingmenn hafa í raunni til þess bara að tala sín hugðarefni og það sem að þeim liggur mest á hjarta. En þú situr í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis. Já. Ertu þar sér á báti finnst þér? Upplifirðu að hinir nefndamennir samanber það sem vorum að nefna áðan með gjána sem á milli þingsins og þjóðarinnar upplifirðu þig þar sem einangraða er fólk að tala einhver allt aðra hluti en þér finnst það ætti að leggja áherslu á? Já, ég verð nú alveg að segja það ég hef náttúrulega verið að berjast gegn þessum vaxtahækkunum bara síðan það hófust við náttúrulega ég veit að Flokkur fólksins gerði það inn á þingi fyrir mína tíð og við hjá Hagsmunasamtökum heimilina byrjuðum að vara við því sem að væri í farvatninu bara í mars 2020 rétt eftir að COVID hófst vegna þess að maður sá alveg fyrir sig hvað myndi gerast. Þú veist að það yrðu náttúrulega það kemur stopp í svo margt og við sáum þetta alveg fyrir að þetta myndi valda verðbólgu og við og náttúrulega á þeim tíma líka bara vorum við að velta fyrir okkur erfiðleikum fólk sem var að missa vinnuna og við fórum fram á það að heimilin eru varin og það í rauninni hefur verið bara mitt motto þá alltaf að verja heimilin og sérstaklega náttúrulega fyrir því að fólk missi þau en líka bara að verja lífsafkomu þeirra og annað þessu þar. Þannig að ég hef alveg bara frá því ég komin á þing verið að berjast mjög fljótlega eftir ég komin á þing byrjuðu þessar vaxtahækkanir og allt það þannig að ég er búin að vera að berjast í því alla tíð og það hefur ekki hlotið mikið hljómgrunn og ekki inn í efnahags- og viðskiptanefnd og kannski aðeins núna stjórnarandstaðan sé að vakna samt ekki mikið. Trúir fólk því trúir fólk því inn í efnahags- og viðskiptanefnd og inn á Alþingi að þegar landsmenn skuldugir hörfa úr óverðtryggðum lánum í verðtryggð sem aldrei fyrr. Trúa þeir því þá að stýrivaxtatæki Seðlabankans bíti? Sko, ég held að þarna komi bara inn ákveðin vanþekking á eðli verðtryggðra lána og það er mjög merkilegt og fólk já, við virðumst almennt séð og þá ekki bara við þingmenn eða bara við þá þingmenn sem í efnahags- og viðskiptanefnd, það bara virðist einhvern veginn vera viðtekið í þjóðfélaginu ef það kemur verðbólga, þá hækkum við bara stýrivextina. Þetta bara það sem við gerum og það hefur oft verið sagt við mig þegar ég hef verið að gagnrýna hvað annað á að gera og hvað annað á að gera er versta ástæða fyrir því að gera eitthvað sem er mjög slæmt, skilurðu. Vegna þess að ég bara stundu svara þá ekki að gera þetta. Það er alveg til aðra leiðir en bara já, þannig að svo hlusta maður á eða bara öll þjóðin hefur heyrt margoft allar ráðherra ríkisstjórnarinnar og þá náttúrulega sérstaklega fjármálaráðherra þess að 3 alla sem hafa verið og þá forsætisráðherrana báða segja ítrekkað eiginfjárstaða heimilanna hefur aldrei verið betri. Skuldir heimilanna eða vanskil hafa ekkert aukist í bönkunum og þetta bara þessi mantra er endurtekin aftur og aftur og aftur og á sama tíma og þetta er mantra sem segir ekki neitt. Vegna þess í fyrsta lagi, svo við tölum bara þess að frægu eiginfjárstöðu,
þú gerir ekkert fyrir eiginfjárstöðu þína. Ég meina, ef að þú keyptir heimili eða keyptir húsnæði og það allt í einu búin að aukast að verðgildi á pappír, það eykur ekki tekjur þínar á nokkurn hátt. Þú kaupir ekki mjólk fyrir það, þú borgar ekki að lánunum þínu fyrir það, þú gerir ekkert fyrir það, fyrir en þú flytur, en þá ertu hvortið væntanlega þurfa að fara á ennþá dýrari húsnæðismarka hvortið þannig að þetta bara svona keðja, þannig að það gerir raun ekki fyrir neitt, ekki alveg búin og hvað varðar, engin vanskilir orðin í bönkunum, þetta mantra sem hefur bara verið, ég veit ekki hvað hún hefur verið farið með hann oft. Það út af því að alveg, já svona kannski það að fara að breytast núna, en alveg allavega fram til þessa og jafnvel ennþá, að þá hefur eiginlega ekkert verið hægt að komast í vanskil á bönkunum. Vegna þess að ef þú réðst ekki við afborganirnar af stökkbreyttu afborganirnar af óverðtryggða lánuðinu, þá var þið boðið upp á yfirdrætti, þið var boðið að breyta yfir í verðtryggt og svo framvegis, þannig að það verða jú ekki vanskil. En það á ekkert að þurfa einhverja sérfræðing eða skýrslur til að segja manni það að ef að vaxtagreiðslur, og þá er ég ekki einu svona að tala aðra greiðslur, en það enda náttúrulega minnka alveg svakalega í hlutfallin enga síður, þegar vaxtagreiðslur hafa vaxið kannski 200.000 á láninu þínu í hverjum einasta mánuði, þá eru bara mjög fá heimili sem eru í meðaltekjum, og ég tala nú ekki lægri tekjum, sem að ráða við það. Þannig að það er verið að ýta fólki yfir í verðtryggð lán, og verðtryggðu lánin þau eru gildra sem að fólk mun festast í og að festast í, en það einmitt þetta sem þú segir, þegar að Seðlabankastjóri hefur reyndar ítrekað neita því að hann hafi ráðlagt fólki eða ráðleiki fólki að fara yfir í verðtryggð lán. Hann passar sig á því vegna þess að hann þó Seðlabankastjóri sem veit hvernig þau virka, sem að gera eiginlega það sem hann að gera ennþá verra. Hann hefur neitað því margoft að hann gerir það, en hann hefur sagt, talið við bankan ykkur og finni leiðir. Hann veit það samt að það eina leiðin sem að bankin býður, það verðtryggt. Og þetta mjög asnalegt að heyra þetta vegna þess að það sem hefur verið í gangi að 50% lána þetta var svona cirka 50-50 verðtryggð lán og óverðtryggð lán. Og á verðtryggðu lánin, allar vaxtahækkanir hafa engin áhrif á verðtryggðu lánin af því að þær fara bara aftan á lánið. Þetta þýðir það, ef þú tekur 50 milljón krónar lán í dag, það er svona mánuði síðan ég skoða þetta síðast, en ef þú tókst, þá var 50 milljón krónar lán, eftir 5 ár var það árið 65 milljónir. Þannig að þú veist, og svo vext það áfram. Og þú kannski ekki borga 150, þannig að þessi hópur hefur ekki fundið fyrir þessum vaxtahækkunum ennþá. En það mun koma skuldadögum, sem að þýðir það að 50% þjóðarinnar verður ekki fyrir áhrifum af yfirlýstum markmiðum það að minnka tekjur og ráðstöfuna fyrir fólks til þess að eyða í annað. Svo komum við, svo ég bara hans klári, svo komum við að hinum 50% sem voru með óverðtryggð lán, að það bil cirka helmingu þeirra var á föstum vöxtum og það fólk fann ekki heldur fyrir þessu. En það nú aldrei til þess að fara að koma því. En þannig að það hefur verið svona 25% þjóðarinnar sem hefur borið þetta uppi hingað til og í rauninni ætti Seðlabankastjóri að fagna því að að vera vonast eftir því að fleiri myndu nú finna fyrir þessum áhrifum sem að hann að reyna að ná fram. En í staðinn þá ráðleikur hann fólki að fara yfir í lánin með óbeinum hætti samt sem að valda því að þau mun ekki finna fyrir þessu. Og þetta náttúrulega segir mér bara enn og aftur að það ekki fyrst og fremst að hugsa verðbólguna hérna, það verið að hugsa að fóðra bankana. Svo annað í þessu sem að ég upplifi, ég var nefnilega alls konar vini. Ég ekki í einhverju svona elitu sem hefur það rosalega gott. Ég og kona mín, við höfum þurft að bæta við okkur vinnu út og suður, út allt, bara til þess að draga lífsandan, og við höfum vini af öllum stærðum og gerðum í öllum stéttum. Og það eitt sem að við sjáum að fólk, það óbúslega margir að bæta á sig vinnu til þess að bjarga sér. Og
það vill þannig til, það má segja þessi heppilegt að það hafi verið tækifæri til þess, það eru svona hafi verið ákveðin þenslu umsvif, en það má spyrja sig spurninga langtíma líðheilsuleg áhrif þessa. Þannig að þótt sko margir enn hafi náð að hamla gegn þessu ástandi, þá vitum við ekki hver fórnarkostnaðurinn verður að lokum. En mér langar vegna þess að þú sagðir áðan með óverðtryggðu lánin að víkja kannski tali okkar að því sem framkom til dæmis í skýrslu HMS núna fyrir helgina að það eru sko 198 milljarðar af óverðtryggðum lánum á föstum vöxtum sem koma sem sagt til endurskoðunar núna frá og með júní sem nú bara að hefjast helgina til ársloka 2024 og 200 milljarðar fólk sem að hefur verið í þessu kerfi og gerir ekki neitt, það geti lent í því að greiðslubyrði þeirra bara eykst 200-400 krónur á mánuði, sko, 1 og 3 og náttúrulega engir sem ráða við það. Hvað á fólk að gera? Þeir sem eru í þessum hópi og eru einhverjir til þess að hjálpa fólki með ráðgjöf og svona. Þú náttúrulega komst úr ákveðnu umhverfi áður og varst þingmaður? Já. Ég ennþá formaður Hagsmunasamtaka heimilanna og við veitum fólki ráðgjöf eftir bestu getu. Við erum grasrótarsamtök, við erum þó bara með 1 starfsmann núna í fullu starfi við að veita ráðgjöf og hún hefur algjörlega gert kraftaverk fyrir fólk í erfiðum aðstæðum. Þannig að jú, það má leita þangað. Við leysum úr öllu sem við mögulega getum. Og fólk þarf að bregðast við gagnvart bönkunum áður en þessar breytingar. Já, sko málið er að það eru sko, þetta fer eitthvað, þetta er gríðarlega alvarlegt sem er að gerast. En svo fer þetta aðeins eftir skilmálum í samningum, í einhverjum samningum er skilmálar þannig að leið og þú lýkur ef að þú kannski búin að vera á föstum vöxtum, segjum bara upp á 4% í 3 ár eða eitthvað og því lýkur að þá dettur aftur inn á fasta vexti til annara 3 eða 5 ára eftir í hver tímin er sem eru þá í gildi þegar þú dettur inn. Ef að fólk gerir það er ekkert víst að það sem er heppilegt sko. Fólk þarf að skoða það vegna þess að það að festa vexti núna er ekkit endilega mjög gott eða er reyndar eiginlega bara mjög slæmt. Hitt er svo annað að ég hef líka heyrt sagt, ég veit eina vinkonu mína sem að fór og henni var sagt, þú getur ef þú festir vextina þá er það aðeins lægra heldur en þeir eru í dag sem sagt breytilegu vextinir, þeir hafa nefnilega yfirleitt verið hærri, þannig ég er hvort það sé rétt en allavega þú getur festvextin og svo er alltaf þetta skuldbreyta, sagði hún, sko, svo er alltaf þetta endurfjármagna, sem sagt, aftur ef að vextinni lækka. Þannig þetta eru hluti sem fólk þarf að skoða og það þarf samt það má ekki bíða. Nei, má ekki bíða, en svo er sko miklar líkur á því að margt af þessu fólki fari yfir í verðtryggð lán og við séum aftur að fara að horfa á það að verðtryggð lán verði meiri hluti landsmanna verði í því og sko ég get ekki í rauninni álasa neinum fyrir að gera það vegna þess að eða ef ég má nota það orðalag sem er kannski ekki það rétta vegna þess að ég er svo mikið á móti verðtryggðu lánunum vegna þess að ég skil óbúslega vel hversu mikill léttir það er að losna kannski úr 400.000 króna greiðslubyrði og fara kannski niður í 170.000 en ég ætla bara að segja að þetta er ekki lausn samt. Þetta er lausn sem að gefur þér, sko ég hef stundur sagt þetta er deyfilyfið. Vegna þess að ef að verðtryggingin væri ekki, þá held ég að það væri allt brjálanir á Austurvelli. Og þegar að við Ragnar Þór héldum mótmæli fyrir núna ári síðan, við héldum tvisvar mótmælifundi, ég held að það hefði allt verið fullt á þeim ef ekki verið fyrir verðtrygginguna. Það er ástæða fyrir það, önnur lönd er ekki með þetta. Já, það er ástæða fyrir því, vegna þess að hún en málið er að það sem hún gerir núna, hún veitir tímabundna lausn. Hún gerir það óneitanlega, en það kemur að skuldadögum þar og þeir, eins og ég segi, að eftir 5 ár er 50 milljónir króna lán komið upp í 65 milljónir og fólk sem að segir, já, svo skiptum við bara tilbaka. Það er ekkit víst að hún fáir einu svona greiðslumat fyrir því, skilur þegar það kemur. Þannig að sko, þú veist, þannig að
Þetta er rosalega hættuleg lán. Ég hef barist gegn þeim núna frá því ég fekk eitthvað skilning á þeim eftir í rauninni. Ég skildi þau ekki fyrir ég komin í hagsmunasamtökin og áttaði mig þá á því smá saman hvernig þau virkuðu, en hagsmunasamtökin hafa barist gegn þeim síðan hvað 2000 og bara eiginlega frá hruni. Þannig að þetta er gríðarlega alvarlegt og og þetta er gullgæðis bankana. Já. Það er verðtryggðu lán. Og hefði áhyggjulausa ævikvöld náttúrulega verður að engu þegar það gengur ekkert að minnka höfuðstól lánsins, hann jafnvel bara vex og vex og fólk sem sá fram á það að geti bara haft það rólegt eftir 70 eða eitthvað svoleiðis, það stendur kannski bara uppi með nánast háar afborganir þá. Það stendur uppi með margfaldar afborganir þá. Það er nefnilega að síðustu afborganir, sko málið er, og nú þarf ég að, nú er ekki með 100% ákvæmlega tölu fyrir fram mig, en ég er búin að skoða þetta nokkru sinnum, að þau eru veitt til 25 ára og á fyrstu svona cirka 15 áranu þá hækkaðu og segjum að 50 milljón krónar lán og aftur ekki 100% tala, fólk getur skoða þetta bara í heimabankanum og farið bara inn á reiknivélarnar, að þá er það kannski, ferða kannski upp í 80, 90, 100 milljónir, mann það ekki alveg. Og þú, sem sagt, svo ferð þú að borga það niður og það er kannski ekki fyrir eftir 22-3 ár sem að lánið er komið niður aftur í upphaflegan höfuðstól sem er 50 milljónir og þá þarftu að borga 50 milljónir á 3 árum. Síðasta afborgunin er kringum 2 milljónir. Þetta getur orðið þetta getur ekkert orðið, þegar bara ef fólk fer inn á reiknivéla bankana og horfir á hvað er í gangi, þá virkar þetta svona. Og gamlingarnir verða bara gjaldþrota eftir einhverja áratugi alveg vinstri. Ég meina, ég óttast svolítið að við séum að fara að horfa fram á að, ég hef sagt eftir plus mínus 5 ár, sumir hafa sagt sem þetta gerist fyrr, en ég ætla bara að segja það, eftir 5-10 ár, þá förum við að horfa á fólk sem að núna er að bjarga sér bara eftir bestu getu og eftir ráðleggingum bankans, að það fer þá ræður það ekki lengur við verðtryggðalánu sitt. Það sem að það fer þá kannski að gera, það getur gert, er þá að endurfjármagna verðtryggðalánið og byrja aftur að lágum afborgunum. En þá ertu kannski, eins og til dæmis segjum að það gerist eftir 5 ára, því ég notaði það sem dæmi áðan, þá ertu ekki núna að fara að endurfjármagna 50 milljónir heldur 65 milljónir. Skilurðu? Og taka verðtryggðalán upp á 65 og svo kannski líður eitthvað tíma og þú allt ég ræði ekki við þetta lengur og þá ertu, þetta er vítarhingur og þetta er bara, og líka það sem að verðtryggingin er bara mesta böl bara íslensku þjóðarna vil ég menna. En er ekki hægt að útskýra þetta fyrirbrigði fyrir kollegum mínum erlendis, blaðamönnum eða jafnvel bara stjórnmálamönnum? Og hún heldur uppi, eins og við ræddum áðan, út af því að svo margir eru með verðtryggðalán, þá býtur stýrivaxtatækið svo illa. Þannig að það þarf að beita því svo miklu grófar og svo miklu harðar af því eins og ég fór yfir á það er ekki nema 25% þjóðarna sem er að finna fyrir þessu. Þannig að þú veist, þetta er ekki, og svo er hún verðbólgu valdandi og hún veldur, húsnæðisverð verður að hækka vegna þess að ef húsnæðisverð hækkar ekki, þá er allir orðnir yfirveðsettir. Svo er þessi hái vaxtarkostnaður núna, þessi hái vextir, þeir leiða til þess að byggingar fyrirtæki fari í önnur verkefni en uppbyggingu íbúða og sem sagt, sá geiri, hann vantar fleira fólk. En byggingamarkaðurinn er ekki að byggja íbúðir sem er það sem skildi, sem er það sem að brýnast er að byggja. Hann er að byggja eitthvað allt annað. Já, eitthvað þannig. Og nú höfum við rætt vanda skuldugra húsnæðiseigenda en leigjendur er náttúrulega annar hópur bara, sem ég bara fullyrði það að ég þekki bara persónulega marga tugi dæma fólk sem rökklast burt frá Íslandi af því að grunninnviðurinn að skaffa íbúum húsnæði og maður skildi ætla að höfuðborgarsvæðið hafi sömu skildur eins og Raufarhöfn í þeim efnum að hann er ekki fyrir hendi og þetta er líka bara að fara að spyrja, ef við kannski byrjum á því að ræða hag leigjenda hvernig hvað verður þennan hóp að óbreyttu núna, sýnist þér? Ég eiginlega bara veit ekki hverju á að svara. Mér finnst
mér hrýs hugur við því að hugsa til fólk sem að er á leigumarkaði. Sérstaklega fólk sem að er í lægri tekjulögum samfélagsins og það er náttúrulega bara megin hluti þeirra sem er á leigumarkaði er þar. Já, það er einhver hluti þeirra sem er bara að borga sómasamlega leigu og er í langtíma leigu, þannig að það er kannski óvarlegt að mér að tala um alhæfenda sem stóran og einsleitan hóp, en sem sagt töluverður hluti þessa hóps, það er sá hluti sem við erum að ræða núna, hann er að borga ofurleigu, okurleigu og býr ekki við neitt öryggi og ef þau missa sitt húsnæði þá er ekki neitt annað að fara. Það er nefnilega nákvæmlega málið, sko. Ég held að, sko, einmitt það sem að gerir oft umræðum leigumarkaðin pínlítið erfiða er hversu fjölbreyttur hópur leigusalar eru. Ég til dæmis búin að heyra, ég þekki fólk sem er að leigja og hef heyrt nokkra frásagnir af því. Ég er bara búin að leigja hjá þessu fólki núna í langan tíma, bara hæðina fyrir neðan hjá þeim og þau ætla ekki að taka þátt í þessum dansi og leigan hjá mér hefur ekki hækkað í 4 ár. Ég hef heyrt þessi dæmi. En þetta góða fólk er ekki fólkið sem stjórnar markanum. Það eru gróðafyrirtækin sem gera það. Og allt og margir sem að vilja hoppa á þennan vagn. Við heyrðum það til dæmis þrátt fyrir allra samúðina sem að Grindvíkingar fengu og að þá var hún kannski meira í orði en á borði hjá þeim sem að sáu sér hagi að græða á þeim á húsnæðismarkaði. Já, atvinnukaupendur húsnæðis eru orðnir umsvifamestu kaupendur. Já, og við þannig að sko, ég held að sko, ef ég má aðeins bakka, þá höfum við talað um það núna í mörg ár og sagt það og bara stað fullir það og vitum það að minnsta kosti 15.000 fjölskyldur mistu heimili sín eftir hrun. Það sem að þó gerðist eftir hrun var að dæmið innan gæsalappa gekk upp. Það er að segja að það var til nægt húsnæði fyrir þetta fólk. Það er að segja að þannig ef að Siggi misti sitt húsnæði að þá allt í einu gat hann fengið að leigja húsnæði sem Anna var búin að missa og hún fór í húsnæði sem að Pétur hafði missið sem aftur fór í húsnæði að Sigga. Skilurðu hvernig sem það var? Þetta var svona einhver hringekja, allir mistu sitt og allir fluttu, hrækamarnir fengu þetta í hendurnar og leigðu svo svona á milli, skilurðu, ef svo má segja. Þannig að, en það dæmi gekk upp. Í næstu svona bylgju gengur dæmið ekki upp. Fólk sem að missir húsnæði sín, það hefur ekkert að fara. Það er ekkert húsnæði til. Og þetta náttúrulega er bara óafsakanlegt að þetta sé í gangi og ég ætla að nefna hér vegna þess að á einum af opnu fundum efnahags- og viðskiptanefndar þar sem að seðlabankastjóri og varaformaður man ekki hvaða titil hún hefur hún Rannveig, en allavega hún var þarna hvort hún aðstoðarseðlabankastjóri eða varaformaður eða formaður nefndar peningastefnu nefndar eða hvað ég bara man það ekki, en allavega hana að hún sem sagt sagði þegar eftir að Ásgeir var búin að fyrirgeðu bara blaðra þarna í einhverja stundum ekkert og þá allt í henni fannst henni ástæði til að grípa orði og sagði, já, við náttúrulega líka bara höfum haft það markmið að kæla byggingageiran og ég bara, þú veist, svo fekk ég ekki að spyrja aftur og fyrir en bara seinna þú veist, þetta eru svo stranga reglur á þessum opnu fundum, þannig að maður fær aldrei að fylgja eftir þegar maður heyrir eitthvað svona. Þannig að ég baði náttúrulega strax orði aftur og fekk sem betur fyrir að gat komið stað og ég spyrir bara fyrir ekki, eru þið í alvörunni að kæla byggingageiran? Býtu, er það markmið? Væri það ekki brýtna að kæla sviðans önnur en þau sem varða? Ég meina, það er húsnæði skortur hérna, það vantar þúsundir íbúða og Seðlabankinn er einhverju mission að kæla byggingageiran. Nú ætla ég ekki að segja, ég held að sé margt að innan byggingageirans, skilur, það eru, þú veist, það eru miklar, ég meina við vitum það að það fær einhver afhenda lóð og hans endursölur og svo hækkar og það er smurt ofan á byggingakostnaðan allstaðar og hverji borga á endanum, jú, bara neytendur, heimilin í landinu, bara þau sem eru að kaupa sér húsnæði, venjulegt fólk. Þannig að þú veist, ég er ekkert að segja að þarna sé ekki eitthvað að sem að þurfa að skoða, en Guð minn góður,
við ættum að vera að gera allt til þess að íta undir íbúðabyggingu og byggingageiran í dag og gera þannig að byggt sé húsnæði, bara alls konar húsnæði, þú veist, hagkvæmt húsnæði, lítið húsnæði, húsnæði fyrir barnmarga fjölskyldur, bara við eigum að vera að gera allt sem við getum til þess. Það vantar hérna, ég held að sé 20.000 íbúðir eða eitthvað álíka, man það ekki alveg, tölur er eitthvað sem ég á svona til að ruglast á ef ég ekki nýbúin að skoða þær, en við höfum talað þetta, ég á Hagsmunasamtökum heimilina, minnstakosti frá 2014. Minn forverið þar sem formaður, Vilhjálmur Bjarnason, ekki fjárfestir, að hann sem sagt, hann var, hann er náttúrulega fasteignasali, hann bara sá þetta, hann er búin að vara við þessu, við erum búin að vara við þessu síðan 2014, að þyrfti að byggja með minnum 2000 íbúður á ári, bara til þess að halda í við eðlilega þróun, bara fólki sem að komast á aldur og á að flytja heiman og núna erum við að horfa upp á að fólk og þá vorum við ekki einu svona takin í reikningin ferðaþjónustuna eða alla innflytjenduna þú veist, þannig að við sem tengist ferðaþjónustunni svolítið já, líka en ég bara segja að það er bara verið svona bara ríkisstjórnir undanfarinna ára hafa bara flotið sofandafeyðarhúsi, sveitafjölu líka, látið eins og þeim bara ekkert sé hérna og allt sé bara í lukkunarvelstandi. Það er svolítið tilfinning margra að ráðandi öfl hér í pólitík, þau vilja ekki raunverulegar kerfisbreytingar. Nei, þau vilja það ekki. Hvort sem lítur að náttúruauðlindum, sjávarútvegi, þessum kerfum sem við erum að ræða, efnahagsstefnu, en sko þeir flokkar sem að kannski verða hér við völd eftir kosningar ef við tökum Samfylkinguna þeir eru meira að tala um að hækka bætur frekar en að ráðast í kerfisbreytinguna sjálfa. Já, ég hef aldrei heyrt formann Samfylkingarinnar tala um að þau eru bara að lækka vexti. Nei. Ég man ekki eftir að hafa sagt það. Nei, hún er liðin með Seðlabankanum. Já. Ég satt líka einu sinni á opnum fundi mitt með þá var Jóhann Páll í nefndinni fyrir Samfylkinguna og þegar ég var búin að segja það sem ég vildi segja við Seðlabankastjórið, allavega hluta því, að þá tók hann við, var næstur og hann byrjaði að segja ég vil bara taka það fram að ég er ekki sammála háttvirtum þingmanni, ég tel að það þurfi absolutt að hækka vexti hérna. Og þetta var reyndar, ég ætla að gefa honum það, þetta var fyrir rúm ári síðan. Ég man ekki nákvæmlega hvenær þessi fundur var, en þetta sagði hann og ég hef aldrei heyrt í rauninni, sko, eins og ég segi, við erum komið með einhverja heilaga kúð þarna og leið og maður kemur og segir, það þarf að gera eitthvað varðandi Seðlabankann, þá bara, það má ekki. Þú veist, hann á að vera sjálfstæður. En ég get bara ekki séð það að þetta er fólk sem enginn hefur kjörið og ég get ekki séð að nokkur maður, ekki einu sinni þó að hann hafi verið kjörinn til þess, eða hafi verið kjörinn bara í almennum kosningum og hafi þannig umboð kjósenda, hafi leyfi til þess að rústa bara efnahag heimila landsins. Og ég tala nú ekki maður sem enginn hefur kjörið og á ekki fallega sögu í þessum efnum. Svo það sé sagt. Og þetta fólk vænar og dænar á kvöldin ekki með þeim sem eru skuldi í leyendur, sko. Nei, þarna erum við nefnilega líka nákvæmlega að tala að þetta fólk er ekki fólki sem finnur fyrir þessu. Þetta fólk með kannski 2 milljónir í laun á mánuði, það er ekki að finna fyrir því þó að svo mikið fyrir því þó að lánin þeirra hækki eitthvað fyrir utan það að fólk með þessar tekju skuldar almennt sé kannski ekki svakalega mikið, það kemst alveg af. Ég er núna orðin þingmaður, ég var kennari, alveg þangað til fórun á þing og ég hef sagt það margoft, sko ég er ekki í hættu núna, ég er það ekki, ég ræð við þetta, ég mun ráða við þetta. En það þarf mikið meira til þess að ég fari að högta þannig að ég sé komin í einhverja hættu. En væri ég kennari, þá væri ég komin í verulega mikil vandræði með mín kennaralaun. Og þetta kannski gerir, sko ég held stundum að þingmenn, margir hverjir sem að kannski hafa bara alist upp í góðar aðstæður, þú veist, gengið sinn menntaveg og hvað sem hefur gerst í mildtíðin og farið inn á þing og hafa aldrei upplifað skort eða hafa aldrei, að þau átti sig ekki á að skortur sé til, að alvöru skortur sé til þar sem að þú hefur ekki til nýfs og skeiðar. Við köllum það forréttinda blindu. Já, við getum gert það. Ég persónulega hef ekki upplifað það heldur, svo ég segi það, ég hef aldrei upplifað það ekki til nýfs og skeiðar, en ég hef upplifað óttan sem að fylgir því að það vofi yfir þér að missa heimilið þetta. Og ég
vil ekki sjá neitt lenda í því. Og ég hef bara virkilega, þú veist, og það er þarna sem að ég kemur þessna berst ég svona hart fyrir þessu og ég nenni líka bara ekki að vera að tala um þetta í einhverjum frösum, raunveruleikin sá sem hann er. En á Alþingi neyðist til þess, það ekki? Jú, ég menna það tala allir þannig, maður er voða vondur ef maður, sko, þú veist, ætlar að segja eitthvað og ég tala nú ekki að segja eitthvað, seðlabankastjóri bara þarf að fara. Og þá snúa allir baki við. Já, ég meina, þú veist, þetta vegur að sjálfstæði seðlabankans eða eitthvað. Þú ert toxic, þú ert eitrað epli. Já, ég meina, ég ætla nú ekki að segja að fólk snúa baki, ég á ágætis samskipti við flesta inn á þingi, svo að það sé sagt, vegna þess að ég ætla nú ekki að fara að tala hérna eins og það sé eitthvað þannig. Ég á bara mjög góð samskipti við all flest inn á þingi þó að ég sé og það verðist nást þarna hjá flestum þó að fólk sé mjög ósamál í pólitík og það finnst mér mjög jákvætt vegna þess að en það breytir því ekki að við tökumst á og það ég er bara mjög móti því að það séu svona einhverja heilaga kýr í samfélaginu sem að líka geta haft þetta gríðarlega mikil áhrif á bara líf þitt og mitt vegna þess að það sem að gerast núna mun hafa langvarandi áhrif. Heldur betur. Þetta sko þegar við erum löngu búin að gleyma þessari verðbólgu þá mun fólki sem að nú að taka verðtryggt lán virkilega fara að finna fyrir henni. Þegar og svo náttúrulega bara það að þú byggir ekki upp þinn eigin fjárhag eða þitt eigin líf þegar að þú ert að borga svona mikið til bankana. Þetta einhverjir mestu fjármagnsflutningar sem að nokkuð tímann hafa átt sér stað fyrir allavega frá hruni og örugglega lengur vegna þess að það bara verið að flytja fyrir heimilana bara til bankana í bílförmum á færibandi og ég sem sagt sko þú veist ég get ekki sagt mér við að það sé ásættanlegt. Ragnar Þór komum fram með tillögu við bara höfum svo sem ekkert fyllt í neitt mikið eftir en ég gerði það nú samt einhvern tímann í fyrirspurn við þáverandi fjármálaráðherra Bjarna Benediktsson að ræða þetta og hann svona þú veist, já ok, en svo höfum við bara ekkert haft bólmagn vegna þess að það er bara svo nóg í gangi að í staðin fyrir vaxtahækkanir þá ætti að taka upp eitthvað skonar, hvað kölluðu við þetta, svona tímabundin skyldusparnað. Já. Þú veist, þannig að ef að það þarf að minnka peningamagn í umferð og kæla hagkerfið, að þá í staðin fyrir að bankarnir hækki vexti, að þá sé bara sagt, ok, allir leggja, ég veit ekki hver talnir það vera, en skulum segja 2%, 5% eða hvað það af laununum sínum inn á reikning sem þau eiga. En stjórnmál samtímans, ráðandi stjórnmál samtímans eru gjörsamlega hugmyndasnauð, þau eru geld. Það koma engar svona nýjar hugmyndir og frjóar. Nei, þetta hugmynd sem ég held að væri bara alveg hægt að nota vegna þess að ég væri bara miklu sáttari við það að borga þú veist, inn á reikning sem að ég veit, ok, þetta þarna, ég get notað þetta. Ef að mér langar að skipta eldhúsinnréttingu eða ef að ég vil gera eitthvað, hvað sem ég vil gera og þú veist, ég á þessa peninga þarna. Ég ætti nokkra milljónir fara inni núna. Það væri frábært. Svo þið kannski hugsanlega stjórna því einhvern veginn hvernig þessu væri veitt út tilbaka, svo allt fær ekki háaloft upp á nýtt. En þetta væri að minnst kosti mínu peningar. Hitt væri sem að ég vil aldrei vera að mæla fyrir hærri sköttum. En ég myndi þó frekar vilja að það væri settir á tímabundi skattar sem að mynd þannig á meðan svona ástand til þess að kæla hagkerfið þannig að við hefðum minna á milli handana og væri þá hægt að nota það fé til þess að gera eitthvað fyrir almanna hagsmuni, byggja spítala, bæta heilbrigðiskerfið eða eitthvað. Það er allt betra en það að þetta bara svona farin í bankana sem svo alltaf fyrir hvernig einasta vaxtahækkunardag koma með óskalista sinn. Nei, við hefum nú ekki trú á því að það sé komin tími á að lækka vexti ennþá. Þannig eru við búin að láta seðlabankastjóri vita hvað þeir vilja og seðlabankastjóri bara virðist bara fara eftir því. Svo líka trúverðuleiki yfirvalda og stjórnmálanna, hann er undir við erum með óvinsælasta og spiltasta þingmann síðari tíma sem forsætisráðherra og að því við erum að tala um þessa gjá á milli þings og þjóðar að það er ekki heldur svona til þess að róa almenning að margir segja að það snú allt á haus ef að fara í lokin aðeins Ásta Lóa yfir í
það sem að flestir Íslendingar að tala þessa dagana sem og ég hóf þáttinn á að nefna lýðræðisveisluna sem framöndan með kjöru okkar á Bessastaði næsta laugardag. Hvernig finnst þér þetta svona hafa verið og viltu segja eitthvað könnun dags í dag í Mogganum þar sem að það 3 Halla Hrund, Halla T og Katrín Jakobsdóttir mælast nánast með sama fylgi svona 20% hver þeirra en samt eru höllurnar báðar sjónarmun á undan Katrínu þvert á kannanir síðustu viku. Já, ég mjög ánægð með þessa könnun, svo það sé sagt þá ætla ég ekki að, og ég sé ekki að tala rétt undir rós. Nei, þú hefur tekið afstöðu. Tekið afstöðu, ég hef gert það og ég mun styðja Höllu Hrund og sem ég finnst alveg ótrúlega glæsilegur fulltrúi og hef mikla trú á, en bara bursið frá því, þá finnst mér þetta hafa verið gríðarleg bara, lýðræðisveisla eins og þú orðaðir. Mér finnst frambjóðendur hafa verið, mér finnst þeir bara allir vera mjög frambærilegir. Mér finnst það sko alveg, þannig bara fullt af mjög flottu fólki. Og fjölbreytt. Og mér finnst það æðislegt og ég held að við að líta á það út frá því. En hvað heldur þú að skýri að Katrín sko sem var með mesta fylgið í síðustu viku og hún sé komin undir þær höllur í morgun í Mogganum? Sko kannski eru línur að skýrast með það að sko, svo ég bara segi það, Katrín Jakobsdóttir gríðarlega umdeild. Hún hefur sterkt fylgi, hún hefur sterkt fast fylgi og þeir sem að fylgja henni eru mjög hrifnir af henni og ánægðir með henni og allt það. En hún hefur líka gríðarlega mikla andstöðu. Og margir sem telja að þegar talað reynslunar að reynsla af hverju, að gera ekki góða hluti eða eitthvað þess þar. Nú ég bara svona að segja það sem að, reyndar eitthvað mér finnst líka, hef aldrei verið aðdáandi Katrínar Jakobsdóttir, svo það sé bara sagt. En hún hefur ýmsa kosti, það verður ekkert af henni tekið. En það sem að ég óttast svolítið... Persónulega kosti fyrir embættið, en sagan svolítið svona íþyngjandi. Já, sagan ég meina hún var í ríkisstjórninni eftir hrun sem að fórnaði heimilunum. Það verður ekkert af henni tekið. Hún studdi ISIF og ég bara mitt fyrsta var, ég mun aldrei kjósa neitt sem studdi ISIF. Það var mitt fyrsta útilokunar dæmi. Ég mun aldrei gera það. Mér alveg sama, það lá alveg fyrir, sko, þú veist, þá séu 13 ára síðan, það lá alveg fyrir að var augljóst að þetta myndi leggja svakalega klafa á þjóðina og ég mun aldrei kjósa neitt sem var forseta, sem var tilbúin að gera þetta á þeim tíma með þeim upplýsingum sem lágu fyrir, aldrei nokk tíman. Þannig að það var svona mitt fyrsta. Ég útilokaði þar með strax allavega 2-3 frambjóðendur. En hvað það sem að mig langar svolítið að sjá forseti sem að þjóðin getur saminast á bakvið. Og ef að við aðeins bökkum og förum í þar síðasta forseta sem var Ólafur Ragnar, sem að var margt mjög vinsæll forseti, þá var hann svakalega umdeildur alltaf. Og hann það var eiginlega 50-50 alltaf, en hann skipti hóp. Þeir sem að voru fylgdónu fyrst, þeir höfnuðu hann síðar og öfugt. Sko. Það var allt önnur tilfinning að hafa Ólafur Ragnar sem forseta en Guðna. Það var það. Já. Og mér langar, sko, og ég óttast svolítið með Katrínu að hún muni ekki ná þessari sameiningu. Það verði ekki sameiningatáknið. Hún verði ekki sameiningatáknið. En mér finnst, sko, það sem ég velti aðeins fyrir mér með þessar forsetakosningar ég hef alltaf verið mjög á mótið í þegar fólk talar að kjósa strategíst eins og í alþingiskosningum þá virkar það mjög illa því að það bara svo margir variantar sem koma inn, margir flokkar, þú veist, og svo koma öll þessi uppbótar þingsæti og allt þetta, þannig að þú veist, það er erfiðara. En í þessum kosningum bara einn sigurvegari. Hann verður bara einn. Þannig að kannski þarf fólk að hugsa aðeins það líka vegna þess að... En hefur viljað að Katrín hefði staðið fyrir lagabreitingum sem að hefðu sett þetta í einvígi tveggja í lokin? Ég myndi vilja það. Ég hef alltaf talið það að ef að í kosningum það ekki einhver einn sem að fær yfir 50% atkvæða, þá að kjósa milli tveggja efstu. Ég held að það væri mjög flott vegna þess að við, sko, forsetaembættið eina embætti sem að við kjósum í rauninni alveg beinni kosningu og
ég held að sé gríðarlega mikilvægt að það ríki full sátt það. Og allir sem allra flestir, allavega yfir helmingu þjóðarna sé alltaf mjög ánægð með sem fóstur, það einhvern veginn gengur ekki alveg upp, finnst mér það er eitthvað rangt við að það sé hægt að vinna þetta í rauninni með 20%. Já. Þú veist, og jafnvel minna, sko, ef atkvæði verið að dreifast í aftamöldi frambjóðanda, sko. En nú liggja þingfundir niðri vegna forsetakosningana. Er þetta ekki hugsað þannig að það er svona að vera athyglin, bara að vera á kosningunum og bestastöðum og aðdraganda þess. Ég nú hverjum og einu sem segir skoðun sína þakklátur sem kemur hér á rauðaborðinu. En þið þingmenn, er eitthvað athugavert við það að þið takið afstöðu til frambjóðanda? Ég hef heyrt þau sjónarmið. Já. Ég bara, sko, ég veit ekki. Mér finnst þau sjónarmið yfirleitt koma, sko, hjá fólki sem er ósammála. Já. Það vill ekki að þessi skoðun heyrist, þá fæ ég stundum að heyra, ég vil ekki að þú segir þína skoðuna því að þú ert nú þingmaður og ég og eitthvað svona. Íslenska leiðin. Já. En ég líka bara velti fyrir mér, er fólk í alvörunni, vill það í alvörunni skoðunarlausa þingmenn? Og er ekki bara betra, sko, þegar, þú veist, að þingmenn segi hvað þeim finnst og heldur en að við séum að fara í einhverja felur með það. Já, sko, og ég líka bara leyfi mér að efast að fólk, að ég sem þingmaður af því að ég segi mína skoðun, að þá bara hlaupi fólk til hand og fóta og segi bara, hún ætlar að kjósa þá hlýt ég að gera það. Ég bara leyfi mér að efast að við séum slíkir áhrifavaldar í líf fólks. Og svo líka þegar fólk er að blanda inn í þetta pólitík og segja, sko, eða segja eitthvað, ég bara ábjörn mjög erfitt með að ég hef stutt þig og nú finnst mér vont að því að þú ert ósammála mér og ég er alveg, þú veist, í alvöru, þú veist, vegna þess að, sko, getur, þú veist, ef að við erum vinir eða við erum, stöndum saman í einhverju, getum við ekki verið ósammála neitt. Ég meina, ég veit ekki betur, ég er nú bara ekkert alltaf sammála til dæmis bara maka mínum. Nei. Og á ég þá bara að, er það bannað, sko, þú veist, eða hvað erum við að tala í pólitískri umræðu? Ég held að við getum aldrei verið alltaf sammála allt og við séum sammála í megindráttum og í megin stefnu. Og mér dettur í huga að það tikki líka inn í þetta núna, að ef Katrín Jakobsdóttir hefði ekki boðið sig til leiks, eins umdeild, eins og hún er, þurfandi að horfa á það að brotthvarf hennar úr stjórnmálum leiði til þess og vinsælasti stjórnmálamaður landsins, mögulega spiltasti, er orðin forsætisráðherra sem að mörgum svíður meira heldur en nokkuð annað í svo landi. Ef sko Katrín hefði ekki boðið sig til leiks, þá hefði kannski stemningin í þessum forsetakosningum orðið önnur, þá mætti velta því fyrir sér hvort krafa hlutleysi eða ráða fólk eins og þingmenn, hvort þeirra eigi hjarta hefði kannski, hvort þingmenn hefði meira haldið sínu eigin hjarta til hlés. En það verður bara að segjast eins og er að það er kosið svo margt núna á laugardaginn og mælingar sýna það að meira en 4 af hverjum 10 hafa alls ekki viljað að Katrín kæmist alla leið á Bessastaði og þá snýst umræðan svolítið það. Þannig að ég hef líka mikið velt fyrir mér, sko, hvernig þessi kosningabarátta hefði þróast ef þau hefðu verið bara að bítast þarna Höllurnar og Jóngnar og Baldur og allir hinnir því það er bara einn frambjóðandi sem sker sig svo rosalega úr. Já. Og það er ekki hægt að draga Ólaf Ragnar Grímsson inn sem eitthvað svona sömu stærð. Hann hvílir sig og þegir og kemur inn á öðrum forsendum eftir að hafa horfið á leiksviðinu á meðan Katrín kemur beint úr atinu en þetta verður spennandi. Þú náttúrulega af því að þú ert búin að gefa þig upp sem stuðningsmann Höllur Hundar og myndur svara ef ég myndi spyrja þig hver verður forseti, það verður Halla Hrund. En sýnist þér þetta verði þannig að við munum bara naga neglur og borða yfir okkur að kartöfluflugum fram á síðasta atkvæði að fara nótt sunnudags? Þetta stefnir alveg í það, sko. Og þá náttúrulega komum við að því að þú veist, það getur einhver orðið forseti með þessuna bara
örfáum atkvæðum í mun, 1% mun eða eitthvað þess þar og þá sko þannig að þú veist og það er bara eitt sigurvegari. Sá sem í öðru sæti, alveg saman þó það muni pínu litlu, hann ekkert að fara að hafa neina áhrif á forsetaembætti eða nokkuð skapaðan hlut næstu árin. Þannig að þess vegna finnst mér sko að fólk þarf örlítið að velta þessu fyrir sér, en hvað varðar sko, það er engin spurning að hérna þannig að já, að aðkoma Katrínar hefur breytt þessum kosningum og hérna svona þessari kosningabaráttu, hún hefur allt aðra stöðu og það hún, eins og ég segi, svo verðum við bara að sjá hvað gerist. Hún er gríðarlega sterk öfl sem fylgja henni líka. Það er það. Og það hefur sett mark sitt á kosningabaráttunni. Við heyrum stundum hér á Samstöðinni sem erum algjörlega valdalausir einstaklingar með engin völd, enga peninga á bakvið okkur eða neitt. Við heyrum stundum að við séum hérna eitthvað erfiðir gagnvart Katrínu. Hvað má þá segja með peningaöflin sem hampa henni endalaust og styðja við hana með ráðum og dáðum og alls konar vinnu og gerðum sko. Þannig að þetta er náttúrulega bara hlægilegt. Það er það og það er ekki jafnræði þarna og hérna það er eitthvað svona, þú veist, eins og ég segi, hins vegar ég get alveg sagt að hún er því fínn fórseti. Hún kann þetta alveg. Já, maður veit það ekki þegar upp kemur sérstakar stöður. Já, svo er það. Já. Þannig að þú veist, það er bara þannig. En á daglegum basis svona þá þetta flink í samskiptum og allt það. Já. Þannig að, en það er eitthvað sem ekki passar alveg við þetta, að hoppa svona beint úr forsætisráðherranum og inn í þetta og allt það. Það er bara eitthvað sem ég held að það böggar marga ef ég má orða það þannig. Já. En Ásta Lóa Þórsdóttir, takka þér kærlega fyrir þetta spjall. Ég þakka fyrir að bjóða mér. Já, við erum ekki búin að leysa fátækravanda heimilana, en við erum búin að ávarpa stöðuna. Bara flokkur fólksins það bara komast í ríkisstjórn og helst á 51%. Já, mun fólk sjá tekið til, hérna víst það. Takka þér kærlega fyrir spjallið og takk fyrir komuna. Ég bara þakka fyrir mig. Og Gunnar Smári tekur hér við býður upp á annan rétt. Erfiðleikar heimila verkafólks hafa hríðversnað frá árinu 2021. 6 af hverjum 10 félögum í Eflingu eiga nú erfitt meðan á endum saman. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.